það var svo komið að það vantaði lóðir, allar lóðir bara uppurnar hjá okkur og meira að segja fasteignasalan var svo og markaðurinn er svo líflegur að það vantaði húsnæði og meiri eftirspurn en framboð. Og svo þegar að nýja hverfið okkar, Hlíðarhverfi, var auglýst laust til umsóknar þá bara fengum við 400 umsóknir sem sko 10 til 11 faldur skammtur sem við gátum ráðið við og gátum úthlutað. Og auðvitað mjög ánægjulegt. Og eins og segir, ánægja íbúanna hefur mælst bara með því mesta sem á landinu. Það hefur hvergi meiri ánægja með búsetu skilyrði heldur en í Grindavík, þrátt fyrir jarðskjálfta og þrátt fyrir eldgos. Þannig við bara höfum búið við það mörg ár að íbúarnir hér eru bara mjög ánægðir með samfélagið sitt og auðvitað er Grindavík gríðarlega öflugt bæjarfélag og útgerðin hérna og fiskvinnslan er burðarás hjá okkur. Ferðamennskan hefur verið að eflast, við erum með Bláa lónið hérna hjá okkur og mörg glæsileg ferðaþjónustufyrirtæki, veitingastaði og svo framvegis. Þannig að við höfum auðvitað bara staðið okkur gríðarlega vel, má ég segja, bara í samanburði við önnur sveitarfélög og það segja bara allar mælingar og fjárhagur sveitarfélagsins hefur verið mjög sterkur. Við höfum getað fjárfest og byggt upp innviði hjá okkur eftir þörfum. Það er náttúrulega mikil fjárfestingarþörf búin að vera núna bara vegna fjölgunar íbúa síðustu 10 árin eða svo. Og það er engin bilbugur á okkur, það er auðvitað verið að ljúka við byggingu Hoppskóla núna og það er búið að hanna nýjan leikskóla sem verður farið í núna tiltölulega fljótlega að byggja. Það er líka tilbúið allt til þess að fara að reisa félagsaðstöðu fyrir eldri borgara. Fráveituframkvæmdir voru komnar á tíma hjá okkur, eða það er að segja að bæta úr fráveitumálum hérna og það er næstu ára verkefni að gera það. Nú gatnaframkvæmdirnar sem þú nefnir, þær eru búin að vera líka fjárfrekar og það er nýbúið að byggja glæsilegt íþróttahús hérna og það er verið að kaupa núna búnað í salina þar og svo framvegis. Þannig að við hefum getað bara fjárfest án þess að taka lán. Það hefur auðvitað hafa verið erfiðleikar hjá sveitarfélögunum núna síðustu 2 árin út af COVID en við höfum komið bara vel út úr þeim hremmingum. Það var lögð fram fjárhagsáætlun hérna hjá okkur núna í vetur sem sýnir jákvæða niðurstöðu næstu 4 árin. Það er sem sagt áætlanatímabili sem öll sveitarfélög gera eru 4 ár og við erum með jákvæða niðurstöðu þar og við getum bara horft bjartsýn fram á veginn. Og það skiptir máli að skila jákvæðri niðurstöðu fyrir bæjarsjóð, en aðeins að fjárhagsáætlunum. Nú eru svona stór verkefni í pípunum. Hvað myndir segja að vera svona stærstu póstarnir eða stærstu atriði næstu ára í hvað varðar bæjarsjóð, framkvæmdum og öðru? Sjáum við fram á einhverja lántökur eða mun sjóðurinn duga? Sko það fer eiginlega eftir því hvernig reksturinn gengur. Við höfum sem sagt skilað jákvæðri rekstrarniðurstöðu bæði í A-hluta og B-hluta. Það voru náttúrulega gríðarlega mikil góðærisár 2016, 17, 18 og 19 og það er ekki kannski eins bjart framönda hvorki hjá okkur né öðrum sveitarfélögum. En við höfum til dæmis ekki fullnýtt tekjustofnan okkar eins og við hefðum getað gert og sem sveitarfélög hafa þurft að gera. Við erum ekki með fullt útsvar. Eitt svona tiltölulega fara á sveitarfélög á landinu sem ekki er með fulla útsvarsprósentu. Við erum líka með hóflegar álögur og álögingaprósentur í fasteignagjöldum. Þjónustugjaldskrafan okkar er líka sambærileg við þau sveitarfélög sem eru svona með hóflegustu gjöldin. Þrátt fyrir þetta þá gerum við ráð fyrir góðri afkomu og það er alveg nauðsynlegt að það sé gott veltufé og mikið frá rekstri til þess að geta haldið áfram bara fjárfestingum og viðhaldið mannvirkjum og við getum ekki sagt annað en að við séum með bara ágæta stöðu hvað þetta varðar og margir myndu mjög vel við una í okkar stöðu, mörg önnur sveitarfélög sem hafa þurft að skila fjárhagsáætlun núna með rekstrarhalla og ekki verið með jákvæða rekstrarniðurstöðu hjá sér, þannig að við stöndum bara býsna vel. Það kemur sér vel að fólki er að fjölga og ég meina þar af leiðandi
eykst útsvarið á móti þeim innviða framkvæmdum sem við höfum þurft að fara í? Já, þetta eru svona framþungar framkvæmdum að segja. Við þurfum að byrja því auðvitað að framkvæma, við þurfum að hafa skólana tilbúna, leikskólana og aðra þær stofnanir bara klárar sem að við þannig við getum bara tekið vel og myndarlega á móti nýjum íbúum, auk þess náttúrulega að gera vel við okkar fólk sem að býr hérna núna. Þannig að staða bæjarins hefur verið með þeim hætti og núna að við þurfum engu að kvíða með þetta. Það ekki séð fram á lántökur á næstunni. Þetta hefur minnkað þetta veltufé sem við höfum átt. Við höfum átt digra sjóði og vegna þess hvað það var komið tíma á það að byggja nýjan skóla og nýjan leikskóla. Það var svona orðið. Og þá eðlilega notum við það fram? Eðlilega notum við það, já, og þurfum ekki að taka lán, þannig við þurfum ekki að borga vexti og við þurfum ekki að taka fé af framtíðar mögulegum fjárfestingum með því að skuldsetja okkur. Það er svona allavega lítur út þannig núna og við þurfum ekki að kvíða neinum með við stöðunni eins og hún er. Aðeins svona að stöðunni okkar í Grindavík, við erum búin að fara yfir fjárhagsstöðu bæjarins og framkvæmdina sem framundan eru. Við höfum líka verið svolítið skorið okkur úr á Suðurnesjum varðandi atvinnuleysi. Það hlýtur að hafa sitt að segja hingað leiti fólk. Þó sem fólk sé líka að vinna í bænum en kýs að búa aðeins fyrir utan Reykjavík. Hvernig myndirðu segja að horfur í atvinnulífinu væru svona komandi tímum? Ég held að við, það, eins og þú segir, þá hefur Grindavík búið við mjög lítið atvinnuleysi á landsvísu bara mjög lengi. Þangað til kemur að þessu COVID-i þá þetta fór atvinnuleysi hjá okkur nokkuð hátt eins og við annars staðar, þó við höfum kannski verið með skástu stöðun á Suðurnesjum. Þá voru erfiðleikar í ferðaþjónustunni hjá okkur eins og Bláa lónið, þetta stóra og flotta fyrirtæki þurfti að segja upp náttúrulega meginhluta starfsfólksins. En það hefur ræst verulega úr þessu hjá okkur núna, þannig að atvinnuleysi er tiltölulega lítið og minna heldur en meðaltal á landsvísu. En eftir sem áður náttúrulega söknum við ferðamannana, en það að við erum svona vinsæll áfangastaður út af eldgosinu, að þá hefur nú úrræst líka og við auðvitað í öllu eðlilegu þá hefur okkur vantað vinnufúsar hendur gjarnan og vonandi bara gerist það sem allra fyrst að við getum farið að rétt úr kútnum eftir eina faraldur og menn lifa svona eðlilegu lífi og þá er þetta ekkert nema bjart framöndan hjá okkur.